Ég verð kannski aðeins að nota tækifæri og því að ég las nú viðtal við þig sem var tekið við þig hjá Eflingu, fólki í Eflingu. Já. Og þú rifjar þar aðeins upp svona kannski enn eitt áfalli í þínu lífi sem að við vorum ekki búin að ræða um að þegar svona sem að gerist í kringu bankahrunið. Þú varst eitthvað að reyna fyrir þér eigin rekstri og það fór allt í fjandans. Já, ég fekk þá flug í höfuðið að verða sjálfstæður í þessum bransa. En var samt með annan fótinn í sem sagt í olíunni sko. Við segjum það sko, ef þú byrjar í olíunni þá ertu bara þar, þú hættir ekkert í því sko. Þetta er svo þægileg vinna sko. Og ég kaupi mér minn eigin bíl og vagn og fer að harka í þessu öllu saman. Og þetta er 2007. Maður þurfti náttúrulega að taka þátt í þessu. Taka þátt í góðærinu? Já, maður var að tapa af einhverju sko. Vöknuðu allir alla morgna og þú varst alltaf að tapa af einhverju, það voru allir að græða alls staðar sko. Og ég ákvað að taka þátt í þessu. Og ég kaupi mér og legg til pening í lítið fyrirtæki og tek lán, erlent lán til þess að fjármagna þetta. Og það gengur alveg gríðarlega vel, sko, alveg gríðarlega, það er botnlaus vinna og bara, þetta var með ólíkindum hvað þetta gekk vel, sko. Og var að keyra bara sem verktaki fyrir bara í öllum mögulegum og vinna fyrir Skeljung líka, sko. Sem að keyra fyrir þá sem sjálfstæður, sko. Svo bara vaknaði maður í daginn, það var bara veröldin var hrunin. Það var bara, maður átti útistandandi alveg hauga pening, bara fullt af peningum, sko. Þeir voru bara frosnir. Maður bara náði ekkert í þessa peninga. Og það segir sér náttúrulega sjálft að ég þurfti að standa á mínar skuldbindingar. Og ég reyndi það að fremsta megni og ég lagði bílnum, fór að vinna bara sem launþegi hjá Skeljungi áfram, lagði allar mínar peningar, hverja einustu krónu sem kom inn, lagði ég í fyrirtæki þess að reyna að halda þessu gangandi. Og það gekk bara ekki lengi og endanum þá bara hrundi veröldin. Þetta var bara búið, sko. Og það var ekkert elsku mamma hjá bankanum, sko. Það er engin gæska í gangi þar, sko. Þeir líti ekkert á þetta þannig að þetta sé einhver keðjuverkun. Þú þarf bara að standa í skilum og það var bara gengið á mann. Það var bara þannig. Og þetta endaði náttúrulega bara í að fyrirtæki var gert upp. Ég tapaði því og tapaði fullt af peningum, tapaði húsinu. Og kannski það erfiðasta í þessu öllu saman. Þetta var náttúrulega alveg gríðarlega erfitt og meðan á sig gekk. Og hjónabandið þoldi þetta ekki og við skiljum. Og það erfiðasta í þessu öllu saman er að svo í kjölfar á þessu þá veikist kona mín, sem sagt fyrrverandi kona mín, og það er krabbamein. Og það líður ekki nema rétt ár, rúmlega ár, þá er hún bara dáin. Þetta var svo ótrúlegt að það náði ekki nokkur átt, sko. Og ég hafði fram að því að kona mín dó, þá ég samdi við bankann um að greiða, halda áfram að greiða af fyrirtækjum. Reyna að halda það á lífi? Nei, ekki sem slíku, heldur gekk ég persónulega ábyrgð fyrir ákveðna skuld hjá fyrirtækjum, sem voru náttúrulega mistök. Þegar kona mín dó, þá labbaði ég inn í banka og ég fór inn til bankastjórans og ég sagði við hann, ég er hættur að borga þér. Ég ætla aldrei að borga þér eina einustu krónu hérna frá. Þú ræður hvernig þú tekur á þessu máli, en hérna frá borga ég þér ekki eina einustu krónu. Síðan labbaði ég bara út. Og ég hef ekki greitt þeim eina einustu krónu síðan. Og þeir viðhalda þessari skuld og það er bara þeirra. Þannig að hún er þarna bara í bankanum með það? Já. Það er engin gæska þar, sko. En svona, þannig að sko, ég hefði getað farið og lýst mig gjaldþrota. Ég tók ákvörðun að gera það ekki. Ég bara á ekkert. Og það,
ég hef aldrei lifað betra lífi sko, samt á ég ekki neitt. Þú ert alveg sáttu við líf og tilverun í dag eftir öll þessi áföll og keyrið áfram í vinnu og músík? Já, ég alveg... Sáttur samgerningur? Sko... Þrátt fyrir allt? Þrátt fyrir allt og öll þessi áföll, þá hef ég líka verið alveg gríðarlega heppinn. Og ég lifi óbóðslega góðu lífi. Og ég óbóðslega sáttur við lífi og tilveruna. En þetta sko, þetta 2012 sem kona mín deyr. Og síðan deyja foreldrar mínir hana 2013 og 14. Og svo 2015, þá deyr sonur minn. Já, hérna. Og þá var þetta orðið svo mikið. Og þetta var orðið svo... Það er engan enda að taka? Nei, þetta var óbóðslega erfitt. Og hvernig var að vinna sig úr því? Það þetta var svo gríðarlega áfall. En lífið heldur bara áfram. Það er bara þannig sko. En þetta var náttúrulega þannig að hver einasti dag var alveg gríðarlegt átak sko. Alveg bara skelfilegt sko. Og bara vakna og komast í gegnum daginn var alveg gríðarlega erfitt sko. Er það á þessum tíma eftir að missa soninn? Já. Og það er hérna... Þú búin að fá nóg einhvern veginn? Já, það er afsakað, þetta er bara erfitt. Það er alltaf leið, alltaf áfram bara þetta, bara eins og þú vilt. En, já, þarna var bara komast í gegnum daginn. Það var, sko, það var bara afrek, sko, eftir að sonum minn deyr. Og ég þurfti að gera eitthvað, ég gat þetta ekki, sko. Og á einhverju tímapunkti þá áttaði ég mig á því að ég gat svolítið stjórna hugsunum mínum með önduninni. Með því að, þessar hugsanir hellast yfir mann. Þetta eru gríðarlega erfiðar hugsanir. Og þegar hellast yfir mann, þá yfirtekur þetta allt. Það verður svo yfirþyrmandi. Og ég fann það út að með önduninni þá náði ég að brjóta upp hugsanir mínar. Og bara með því að draga djúpt andan, halda honum niður í mér og slaka vel á. Þá náði ég að brjóta mig út úr þessum hugsanagangi sem var í gangi í höfðinu á mér. Og þannig náði ég að komast í gegnum þetta og þannig náði ég með því að nota þetta þá leið alltaf lengri og lengri tími á milli þess sem að þetta helltist yfir mig. Og smátt þá náði ég tökum á þessu. Og smátt þá áttaði ég mig á því í rauninni auðvitað halda allir og gera ráð fyrir að þeir viti hvað lífið snýst. En þarna á þessum tímapunkti þá áttaði ég mig raunverulega á því hvað þetta snýst alls. Þetta snýst ekki þetta góðæri og þetta snýst ekki hvað ég var að segja, þessa botnlausu efnishyggju. Hún skiptir engu máli, bara engu. Þetta er bara að njóta hvers einasta dags. Með fólkinu sínu, með börnunum sínu, barnabörnunum og barnabörnunum. Og í dag hef ég það alveg gríðarlega gott og líður alveg feiknarlega vel.